11. hólu sem par 3 hóla upp í mót. Þannig að grínið má segja svona sést frekar illa. En þetta grín sem hallar frá okkur síðan aðeins til vinstri. Hallin á því þannig. Flaggið á miðju gríni. Hólan einhverjir 145 metrar. Já, gulum. Já, og eitthvað sérstaklega sem þú vilt? Nei, bara þú sagði náttúrulega að þetta er svolítið uppmóti. Já, þannig að það geti verið kílóa meira heldur en... Já, ég þarf að taka kílóa meira en vanalega. Já, það er ákveður það sem maður sér fólk klikka mjög mikið á þegar það er upp í móti að taka ekki nóg. Og á hinn bóginn þegar það er mikið niður í mót að taka þá minna heldur en af jafnsléttu. Skoðum þetta. Það var mjög gott högg aðeins vinstra megin við flötina. Lengdin fín, þú hittir hennar vel. Mér sýndist þú miða aðeins svo mikið til vinstri í þessu höggi. Og það getur orsakað náttúrulega að boltinn endar vinstra megin. Þannig að eins og ég sagði ykkur í upp að ég ætla að vera á vaktinu með mið. Þarna fannst mér Óli miða aðeins svo mikið til vinstri miðað við það sem hann hefði átt að gera. En hann slapp í glompuna, við erum vinstra megin í réttri lengd, þannig að við eigum sjálfsagt tiltölulega létt vipp fyrir höndum. Jæja, þá erum við komnir á öðru högginu í Ólafi á 11. hólu sem er vipp, hann heldur á sandjárni. Við mistum flötina af teig, miðið var aðeins til vinstri og þar leiðandi hittum við ekki flötina. Nú ætlar hann að reyna að redda pari eins og við tölum á par 3 hólunum með því að komast upp og niður eins og þetta er kallað. Vippa og síðan að púta í. Glæsilega gert. Þetta er nánast í gulltryggt. Gott högg. Og rigningin, hún lemur okkur áfram. Nú þarf Ólafur að ná í púturinn og klára parið sitt á 11. og síðan höldum við á 12. hólu. Flott. Par á þessari. Við erum áfram 4 undir og eins og við tölum alltaf gott að fá par á par 3 hólunum. Það er bara eins og við lögðum upp með og þarna náður að redda þér upp og niður. Sem er einkenni góðra leikmanna.